Sigurjón Guðmundsson í HK nr. 15. Í landsliðinu Guðmundur Kristjánsson. Með 16 í HK Baldur Axlarsson. Númer 11 í landsliðinu Jóhann Páll Einarsson. Númer 1 í HK Elías Sigurðsson. Númer 20 var Ingvar Ingvarsson. Númer 3 í HK Óðinn Þór Ríkarsson. Númer 3 var Guðmundur Sigurðsson. Númer 4 í HK Bjarki Finnbogason. Númer 7 var Þorgils Jón Svölu Baldursson. Númer 5 í HK Ásæll Ingi Guðjónsson. Númer 9 var Bjarni Valdimarsson. Númer 9 í HK Alex G.S. Númer 14 var Ómar Magnússon. Númer 10 í HK Jósef Samir. Númer 18 var Alexander Jón Másson. Númer 14 í HK Kristófer Sigurðsson. Númer 23 var Ímir Örn Íslandsson. Númer 17 í HK Stefán Hólm. Númer 39 var Rökkvi Finnsson. Númer 18 í HK Ásgeir Ármannsson. Númer 45 var Sveinn Rivera. Númer 20 í HK Kristján Hjálmsson. Númer 47 var Gísli Jörgen Gíslason. Númer 24 í HK Ívar Böðvarsson. Númer 57 var Markus Björnsson. Númer 50 í HK Víkingur Örvarsson. Númer 73 var Gísli Gunnarsson. Og HK Henrik Benediktsson. Þjálfari valsins Heimir Ríkarsson, Maxim Óskar Bjarni Óskarsson og Arnar Daði Arnarsson. Þjálfari HK var Hákon H. Gríðir, Guðmundur Abdulíksson og Ólafur Benediktsson. Eftirlitsmaður Guðjón Sigurðsson. Dómari leiksins eru Arnar Sigurðsson og Svavar Ólafur Pétursson. Ég þykja heiðarlega leikmenn til öllum þátttakendur leiksins, leikmenn og dómurum, starfsmönnum með handbókmyndir í huga vilju biðja ykkur áhorfendur góðir að stríða eftir leik með háttvís í huga og sýna jákvætt þjóðfærni gagnvart öllum þáttakendum sem og öðrum áhorfendum. Takk fyrir.
Komið sælir, áhorfendur góðir, þá höldum við áfram í veislunni í Kaplakrika. Úrslitin í yngri flokkunum á Íslandsmótinu í handknattleik. Nú fór ég allt í unna að reyna að telja hvað margir leikir búnir og það stoppaði allt saman. Er þetta ekki fjórði leikurinn? 5. Fjórði, 3 eftir. 4 búnir, já. 3 eftir. Æ, það er ég skott að það er einhver með greint hérna. Já, allan einhver sem kann að telja. Já. Lágmarks skilyrði. Röðin er komin að 3. flokki karla. Já. Og hér mætast Valur og HK. Þetta eru 2 ljómandi skemmtilega handboltalið. Já, þetta eru liðin í 1. og 3. sæti í deildinni. Valur líka einnig ríkjandi bikarmeistari. Við höfum vonað góðu hér í þessum leik. Þetta eru hörku strákar. Það eru nú verið að segja piltar. Þetta var skemmtileg sending þarna. Það eru piltar hérna inn á milli sem að hafa komið við sögu í hérna meistaraflokki. Já, Kristján Hjálmsson skorar fyrsta markið. Hér eru hjá Val Bjarni Valdimars er hérna fyrir utan og Ímir Örn Gíslason. Hérna hægra megin Ómar Magnússon. Í horninu Markus Björnsson. Þannig á línunni er Guðmundur Sigurðsson. Já! Það er bara strax í 2 mínútur. Ég þarf bara að gera þetta almennilega fyrst að þeir eru að þessu. Já, það er Elías Sigurðsson. Fór þarna heldur harkalega, ítt á bakið á Ómari. Sennilega bara réttilega 2 mínútur. Hvað áttum við eftir hjá Valsmönnum? Í vinstra horninu, þetta er ekki Ómar þarna í vinstra horninu, Magnússon. Sýnir þeir. Nei, hann er hérna. Þetta er hann Alexander Jón Másson. Númer 18. Ómar. Vel gert, gott gert og frábær markvarsla. Sigurjón Guðmundsson. Sonur Guðmundar Hrafnkelssonar. Kemur sendingin úr. Og Hákon Bryndi, þjálfari Hákonenga, hann lætur vel í sig heyra hér strax á 1. mínútu. Fær föðurlög núna tilþykjað frá Guðjóni. Guðjón kann að eiga við menn í miklu stuði. Já, þetta er nú alveg það. Með eins að Guðmundur Hrafnkelsson er staðinn upp og þá er nú eitthvað mikið í gangi. Ímir skorar fyrsta mark Valsmanna. Og númer 23, Ímir Örn Gíslason. Það er ekki ólíklegt að þau eftir að verða fleiri hér í þessum leik. Já, má ekki að reikna með því. Hér er hjá HK Jósef Samir hérna út í horninu vinstra megin. Svo kemur Kristján Hjálmsson. Hér er inn á miðjunni Ársæll Ingi Guðjónsson. Bjarki Finnbogason þetta fyrir utan hægra megin. Hér er náttúrulega einum færri núna í halva mínútu til viðbótar. Þá kemur Ímir sér það eiginlega fyrir á miðjunni. Þetta er maður sem er leitað talsvert til og það gerist ýmislegt í kringum Ími. Hér fer Markus inn úr hornum, gerir þetta vel. Og númer 50, Víkingur Örn. 2-1 fyrir Valsmenn eftir 3 mínútna leik. Elías er búinn að sitja refsingun af sér, er komin hérna aftur inn á HK. Þetta er virkilega vel gert. Laglega, mjög fallega að spila. Númer 4, Bjarki Finnbogason. Þetta er Bjarki Finnbogason sem er að skora hér sitt fyrsta mark og jafnar metin 2-2. Já, góð sending þarna.
Ómar læði boltan fyrir inn á línuna. Það verður að taka þetta aukakast á réttum stað. Hér kemur skotið í þverslána og Ýmir smellir þessum í netið. Númer 23, Ýmir Örn Gíslason að skora sitt annað mark og koma Valsmönnum yfir 3-2. Vörn. Þetta hlýtur að vera víti, já. Elías Sigurðsson braust þarna inn á teiginn. Kristján smellir honum í stöngina. Tæpur skrefu. Leysir Alexander inn. Ómar finnur þarna Ýmir og vítakast. Já, farið aftan í hendina á honum þarna. Þeim krossbrá. Þetta á bakvið glerið upp á annarri hæð. Það er Ómar Magnússon sem kemur á vítapunktinn. Skorar. og númer 14, Ómar Magnússon. Þetta er bara þrælur. Já, 4-2 fyrir Valsmenn. Kristján Öppen og vörð hjá Valsmönnum. Það er að spila hörkuvörn. Það eru uppáhaldsminútur á Valsmenn. Elías, já þetta er aukakast. Þetta skot er vel yfir, Bjarki Finnbogason. Flott hreyfing, virkilega vel gert. 2 mínútur á Kristján. Já. Þetta er önnur 2 mínúta brottvísunin á HK-inga á 7,5 mínútu. Já. Þeir leyfa engar hrindingar hérna, Arnar og Svavar. Það eru brúnir og sællegir eftir dvöluna í Katar. Vel gert. Hörkufín vörn, virkilega vel gert. Jósef Samir komst þarna inn í sendinguna. HK-ingar einum færri. Það er nú að vera bara þokkalega vanir því svona með gangmála. Elías fer upp í skotið og skorar. Vel gert. Og númer 1, Elías Sigurðsson. Áningar hér munin í 4-3, Valsmenn eru marki yfir. Þetta er víti. Sko maður hefur það stundum á tilfinningunum við Ími. Ef honum hugnast svo, þá getur hann bara lagt af stað og gert það sem hann vill. Já. Þetta er svakalegt efni. Ómar
skorar af miklu öryggi. Og númer 14, Ómar Magnússon. Ómar Magnússon að skora sitt annað mark og Valsmenn endur hérna að tveggja mark á forystu 5-3. Það enn hálf mínúta í mannin hjá HK. Það að leysa þetta ágætlega. Já. Láta Valsmennina hafa fyrir hlutunum. Já, Ímir þarna með hávörn. Ómar, Ímir. Það er þarna Markus í horninu og Markus skorar. Gerir það vel. Og númer 50. Annað marki hjá Markusi Björnsinni. Valsmenn komnir 3 mörkum yfir, 6-3. Víkingur Örvarsson kominn inn á miðjuna hjá HK. Nú er það úti hægra megin. Farið þetta inn í tegið þegar hann reykt undir. Ómar kemur þetta með skemmtilega fintu. Það er bara röðning. Guðmundur Hrakkinsson, það verður eins og Ólu maður þetta á hliðinni. Ég held að honum væri bara líffræðilega ómögulegt að spila gegn Val. Hann er að taka virkan þátt í þessu. Þetta er bara, sko, þetta er Guðmundur Hrafnkelsson sem mann eftir honum í banastuði á milli stangana. Mikill meistari. Ómar fer hátt í loftum. Ímir skemmtilega sendingu þarna. Það er Guðmundur Sigurðsson skorar sitt fyrsta mark. HK kemur hér í, hraða miðju. Frábær sending, glæsilegt mark. Og HK-ingar þarf að taka leikhlé. 7-3 fyrir Val. Sóknarleikur HK-inga hefur ekki verið mjög burðugur. En að samanskapi líka hafa þeir kannski ekkert komist neitt áleiðis. Sökum varnar Valsmanna. Það er góðu gangur á sig hjá Valsmennunum. Þeir eru með gríðarlega öfluga stráka. Bæði í 3. og öðrum flokki og sumir náttúrulega flakka á milli. Já, sumir að þeim allavega upp í meistaraflokk líka. Komin á stað aftur, Valsmenn 4 mörkum yfir, 7-3. Það er ágættið sko, þetta er vel gert, virkilega vel gert. Skotið þarna Óðinn Ríkhardsson. Númer 3, Óðinn Það er fínn gangur á þessari HK-som fyrir þær stimplanirnar eru ágættar, en það vantar sko það sem á að taka við af stimplunum. Ímir, þetta er bara hann þarf næstu því ekki að hafa fyrir. Ímir er að skora hér sitt 3. mark. Valsmenn 4 mörkum yfir, 8-4.
Sæll hér enninn á miðjunni hjá HK. Bjarki Finnbogason út í hægra megin. Kemur Kristján. Nei. Þarna var nú einhver misskilningur, hann hljóp eitthvað vitlaust þarna. Bjarki Finnbogason. Já. Hann ákvað að koma sér inn á miðjuna en brjóta þetta bara upp af sjálfsdáðum. Já, Bjarki gerir ráð fyrir honum breytt og sendi boltan blindandi en það fór nú bara í innkast. Ómar rífur sig upp, smellir þessum í þverslána. Hákáingar 4 mörkum undir. Það væri afskaplega heppilegt fyrir þá að fá svo sem eins og eitt mark. Já, það myndi svona gera lífið þægilegra. Bjarki skot henn. Hér Ingvar Ingvarsson í markinu, hann að verja samkvæmt mínu kokkabókum. Hefur hann ekki þurft að hafa mikið fyrir hlutunum. Ég held að það sé annað skoti sem að vera frekar en þriðja. Jó, annað held ég. Valsmenn geta hér náð 5 marka forystu þegar fyrri hálfleikur rétt að verða hálfnaður. Finnur þetta Guðmund. Fín sending. Þetta vítakast. Já. Já, þetta virkilega vel spilað hjá Valsmönnum. Þeir að gera þetta vel. Þeir hafa vakandi auga fyrir línunni. Já. Þetta ver Sigurjón í markinu. Elías Sigurðsson kominn hérna á miðjuna. Hann ekkert feiminn við það, vel gert. Lyfti sér upp og skora gott mark. Þetta annað markið hans í þessum leik. Lyfti sér upp og enn Sigurjón. Markus gerir þetta vel, virkilega vel gert. Þarna liggur einn mannsmannana eftir þetta, Ímir Örn Gíslason. Maxim Akbachev skundar þá til vallar. Högg á viðkvæman stað. Þessi lítið sem Max gerir í þessu. Ekki að koma með föðulega ráðleggingar. Já. Kælisbreið virkar allavega ekki. Nei. Vörnin tekur þetta hjá Valsmönnum, vel gert. Ingvar nær þessum boltan. Flott hreyfing. Þeir fýtunum við, 2 mínútna brottvísun á Jósef Samir. Þetta held ég að sé náttúrulega bara... Hvað fyrir að íta á eftir honum? Já, hann var löngu... Ég held að var ekki íting, þetta var rétt snertan. Þetta eitthvað sem þeir hafa lært þarna í sandkassanum. Já, Ómar var búinn að skilja þá eftir. 2 varnarmenn. Já.
Þetta er eitthvað sem þið lærðu í sandkassan að fá í Katar. Já, þetta er eitthvað nýtt. Við þekkjum þetta bara ekki nógu vel. Ómar á vítapunktinum skorar. Númer 14, Ómar Magnússon. 10-5 fyrir Valsmenn. Þetta lítur vel út fyrir Hlíðarendafylgdan. Það verður ekki annað sagt. Þetta er, sko, þeir eru að spila þetta alveg glimrandi vel á löngu köflum ákvæðingar. Þetta er leikmann númer 44 að skora. En það er engin númer 44 á skýrslunum. Nei, skoði hvort þetta er Ívar Böðvarsson. Ómar gerir þetta vel út í hornið, já. Snerklega gert hjá Valsmenn. Markus Björnsson að skora sitt 4. mark. Hann er þá orðinn markahæstur hjá Valsmönnum. Já, nú er sennilega Guðjón að taka eftir þessu líka. Ákvæðingar reyna að halda sendingu, en það er mistekst. Já, hann er greinilega að gera athugasemd við það að leikmaður númer 44, Já. eða maðurinn í treyju númer 44, er ekki á leikskýrslu hjá hákáðingum. Já, hann er búinn að finna út úr því. Já, menn hefur skjöplast eitthvað örlítið á lyklaborðinu. Kristján Hallsson, Elias. Ætlaði að koma Bjarki Finnbogason ætlaði að koma sendingunni inn á línuna. Þetta er Rúningur, já. Hákáðingar í Stungur ekki par sáttir við þessa niðurstöðu. Nei. Ómar, hann var farið í andlitið á honum. Já. Hann var þrælheppinn. Sko, ég hefði ekkert sjokkerast þó hann hefði fikið 2 mínútur á brottvísun. Nei. Ómar þessu á staði eftir þessar aðgerðir Valsmanna byrja mjög gjarna hérna hjá Ómari. Hann er áræðinn og skynsamur og hann getur skorað mörk. Hann er að skora sitt 4. mark og skora jafnmörk og Markus í horninu. Og Valsmenn halda bara í horfinu. Þeir eru að skora 2 mörk fyrir hvert 1 mark hákáðinga, 12-6. Og Ímir fær hér 2 mínútna brottvísun. Þetta er í fyrsta sinn og fyrsta brottvísun Valsmanna. Hákáðingar búin að vera utanvallar, eða hákáðingur utanvallar í 2 tígang. Þetta færist nú bara til bókar sem slök sending einfallega, en vel gert hjá Ómari Magnússoni. 5. markið hans, 13-6. Guðmundur Hafgrímsson hefur ýmislegt til málan að leggja þetta við riddaraborðinu með leikrænum tilburðum. Og Elias, þetta er yfir. Komið við Ómar og þeir fá horn.
Baldur Ragnarsson kominn í markið hjá HK. Já, vel gert, virkilega gott mark Kristján Hallsson. Uppvalinn fylkismaður, Baldur. Nauðsynlegt að koma því að. Já. Markus kominn hérna fyrir utan. Vandræmi hérna einum færri valsara, segi ég. Já, vel gert þetta Markus að ná sér í þetta aukakast. Aðeins að éta tíman af klukkunni. Höndin komin upp hjá þeim félögum. Þyrlum hérna fyrir Ómar og Ómar upp í lótti, en þetta ver Baldur. Ný engast, þannig að Valur heldur boltanum. Sér upp og þetta varið. Nei. Jú, varðan. Jú, fór hann aftur fyrir endalínu. Sýndist hann fara út fyrir hliðarlínu. Þetta hittir að koma sterkur inn. Já. Þetta ágætlega uppsett hjá HK-ingum. Óðinn Þór Ríkharðsson átti þetta skot. Já, valsararnir að komast nátt úti og ná að trufla skotin, en oftar en ekki fer þetta bara yfir markið. Þetta var skemmtileg sending. Víti. Virkilega góð sending. Við þurfum að eiga myndir af þessu, þetta. Þetta hlýtur að koma í endursýningunni. Já. Já, Kristján skorar á öryggi úr vítinu. Og nummer 20, Kristján Hallsson. Þriðja markið hans í leiknum, 13-8 fyrir Val og 7 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Ábæðingar vinna hér boltan. Þetta svaka sprettur. Já, árakstur. Hann hljóp svo hratt, það var enga að voru vonverðan að stöðva sig þarna, hann bara endaði á markmanninum. En þannig greinilega HK-ingarnir vissu þessu, þannig að þeir köstuðu bara boltanum fram og vissu að Óðinn kæmi þarna einhvern tímann. Ja, það var bara allt í einu svo ímyndstæðið kyrr. Já. Virkilega vel gert. Já, 3 mörk í röðinni HK-ingum og það er Rökkvi Finnsson. Skora sitt fyrsta mark. 14-9 fyrir Val. Tæpur og skrefur. Já. Ásæll hér á miðri og þá Elías Sigurðsson. Það er vel list. Það er vissar að hlaupa hratt. Óðinn var þarna á sprettunum aftur. Já, og þetta er hlaupalegt hjá honum. Ómar Magnússon er til 7. mark í dag. Það eru komin 6 mörk hjá Ómar Magnússinni. Ekki rétt talið hjá mér að þetta sé 3. brottvísunin hjá HK. 4. 4. Elías nær ekki að rífa sér. Já.
þarf Rökkvi Finnsson að binda skóðþving sinn. Já. Aðeins að breyta til núna Hákonvíkar. Nú Bjarki Finnbogason kominn inn á miðjuna, Kristján út hægra megin og Elías og vel varið hjá Ingvar Ingvarsinni. Númer 1, Guðmundur Kristján. Vímir, þetta vel gert hjá honum. Frábælega gert, en hann setur hann í. Ég gef honum varið í stöngina. Já, er það ekki? Jú. En svakalega flotta hreyfingar af Vími. Þarna á vörnina. Þetta er gríðarlega öflugur varnarleikur hjá Valsurum. Elías og Kristján, wow, þetta eru hressilega móttökur sem að væri þarna. Þetta skot er vel yfir frá Bjarka Finnbogasinni. Grípa Hákonvíkar til þess ráðs að taka Ómar úr umferð. Ég held að það sé nú ekkert óskynsamlegt sko, ef þú vilt svona aðeins hægja á þessari valsókn. Já. Það er eins og vorum að tala um áðan, það er oftar en ekki að sóknaraðgerðirnar hefjast hjá Ómari. Hann keyrir þetta svolítið í gang. Ekki nema 2,5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. En hlaupa Hákonvíkar á valsvegg. Hákonvíkarnir ná ekki að taka svo mikið sem eitt frítt skot á markið. Það er alltaf einhver valsari komin úti á. Hérna er eitthvað smá bylta. 2 mínútur brottvísun. Heysjóttók segir Hrávar. Það er Ómar Magnússon. Svavar var ekki nokkur um vafa. Það er reistum honum bara. Valsmenn eru þá einum færri nánast til loka fyrir hálfleiks á öllu og breyttu. En Ingvar verð þetta. Og í marki var Ingvar Ingvarsson. Nýjast Helvíkar á Íslandi. Heimir Ríkhardsson, þjálfari Valsmanna, er að gera sig kláran bara í að taka leikli. Ég held að sé nú bara á því að ná svo á... Skerp eitthvað á hlutunum. Sko, það er það góður gangur í þessu hjá Valsmönnum. Já, ég veit ekki alveg. Ekki nema þá að hann sé að fara að setja upp eitthvað leikfléttu einu færri. Já, þetta var góð vörn þarna. Já, frábært. Elías, Kristján með skot og mark. Skorar, já, vel gert. Skorar sitt 4. mark. Númer 20, Kristján Gámsson, 4. mark í dag. Mínúta eftir af fyrri hálfleik og 43 sekúndur núna í að Valsmenn fái manninn sinn inn á. 5 marka mun. Tekur hann leiklega. Hann bara að hugsa þetta alveg í svona 30 sekúndur hvort hann ætti að fara í þetta. Það er Magnús sem tekur leiklega. Það er bara virkilega góður gangur á þessu hjá Valsmönnum og 5 marka fórustæðir á þessum tímapunkti er
er sanngjörn og verðskulduð. Já, ekki spurning. Nú vantar okkur Guðna. Heldur betur. Já, það er svo gaman að sjá núna hvað kemur út úr þessu leiklíi. Að þeir félagar hafa sett upp. Það vantar allavega ekki reynsluna þarna á bekkinni á Völsurum. Þeir hljóta hafa getað komið með eitthvað. Óskar Bjarni Óskarsson er í þjálfarateyminu. Þetta er víti. Þetta var sótt af mikilli skynsemi. Og nú er Svavar búinn að fá nóg að Guðmundur Hrakkinsson. Spjald á bekkinni hjá HK. Já. Og það er Ímir vera á vítapunktinn. Þetta er örugg. Ímir Örn Gíslason. Hér vinna Valsmenn boltann. Það er 18 sekúndur eftir að fyrir hálfleiknum. Markus. Og hann er að skora á. Og hvað tvekja minna brot. Það er í annað skipti sem að Jósef Samir er ekki út af. Ég ætlaði að fara að segja á þann að Valsararnir þeir voru fullmikið að leita til hægri í þessari fræðum með hann. Var þarna dauða frýr. Vinstri hóttamaðurinn í Val. Koma ákvæðingar. Þetta er mark. Hann á að launbóra svo inn. Það var bara smekklega gegn. Síðasta marki í fyrri hálfleiknum og hann var ljómandi skemmtilegur, hraður og flottur handbolti og tvö skemmtileg handboltalið staðan hér í hálfleik í þessum úrslitaleik í þriðja flokki karla er 17-11. Valur er 6 mörkum yfir gegn HK. Tökum okkur stutt hlé. Hver einasti vinnudagur er fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörð fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reitir. Velkomin til starfa.
djörfu. I'll set up, boss. Actually, he's the boss. I just design everything and make everyone look cooler. The Avengers, how can you possibly stop me? Show them what we got. Coming through. Hey, big guy. That's all in the swing. All right, it's time for some fun. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber alltaf 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengt tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Premium frá Dominos. Þegar þið langar í alveg ekstra góða pítsu. Allskins spennandi áleggstegundir sem gera premium pítsurnar svo sannarlega einstakar. Fáðu þér Premium. Þú átt að pottþétt skilið. Dominos.
komið sæl aftur, þá búið að flauta til síðari hálfleiks hér í Kaplakrika í þessum úrslitaleik Vals og HK í 3. flokki karla. Úrslitaleik Íslandsmeistaratitil í hvorki meira en minna og Valsmenn eru í ljómandi fínum málum. Þeir eru yfir í hálfleik 17-11. Það þarf sannast sagna ansi margt að breytast í þessum leik til þess að Íslandsbikarinn sveigi í burtu frá Hlíðarenda. Fótur hérna. Ágangar eru einu færri. Já, verða það í réttækum mínútu til viðbótar. Ómar upp í loftið. Það sendur eitthvað Ímir. Já, skemmtileg snúningur hann á Ími. Þeir eru ekkert að breyta mikið því sem vel gengur Valsmenn. Þetta er alveg. Löng sending fram hérna á Óðinn. Allt og fastu bolti hérna á Baldri. Þetta er einhvern veginn ekki að falla með HK-ingum. Nei. En svona, bara svo við hlupum yfir það í snarhasti, þá Ómar Magnússon markahæstur hjá Valsmönnum með 6 mörk. Ímir Örn Gíslason og Magnús Björnsson voru að skora 5 hvor. Hinum megin Kristján Hjálmsson markahæstur með 4 mörk. Svo Óðinn, heyrðu. Já, aðrir minna. Hann fór nú reynilega bara inn á endalínu. Það var virkilega vel gert. Óðinn Ríkarsson. Á fyrsta markið í síðara hálfleik. HK minnkar hér munin í 17-12. Ímir. Já, virkilega vel gert. Hann skorar sitt 5. mark. Ingvar varði þetta ágætlega en HK-ingar fá hér víti. Og það er Kristján sem er á bútunum en Ingvar varði þetta. Já, það ekki. Jú. Vel varið hjá Ingvari. Valsmenn geta hér náð 7 marka forystu. Ímir, já. Hér þetta virkilega vel. 6 mörk. Missa hér boltan. Það koma Valsarar. Þetta skot er
Baldur hafi ekki komið við hennar bolta. Ég held að það hafi bara verið fritt og klárt framhjá. Kristján, og vel varið hjá Ingvari. Virkilega vel varið. Það verður sett 9. skot. En það áræðni og dugur í Kristjáni Hjálmssyni hálfgangi. Þetta er strákur sem að hikar ekkert við að taka af skarið. Og axlar þá ábyrgð ef ekki fyrir alltaf besta veg. Valdimarsson kominn inn á miðjuna og hér missa Valsmenn boltan. Þá kemur sendingin fram, Óðinn. Þarna hafði hann ekki flugbrautina til að taka sprettinn. En fer Ingvar. Ingvar Ingvarsson. Frábærlega gert. Það er fín vörn hjá Elíasi. Vel gert og hér kemur sendingin fram á Óðinn. Einn á móti Ingvari og hann skorar. Óðinn Þór Ríkarsson. Minnkar hér munin í 6 mörk, 19-13 Valsmönnum í vil. Við að spóla sig þarna í gegnum HK-vörnina en þeir vörðust ágætlega hvítklæddir. Bjarni upp í loft. Þetta er áhugaverð niðurstaða. Bjarni Valdimarsson. Hann hefur sagt eitthvað. Já, fær 2 mínútna brottvísun en Valsmenn halda sóknina áfram og er með Markús. Setur hann í utanverða stöngina. Flott hreyfing. Hér í gegn og skorar Gottmann, vel gert. Númer 1, Elías Sigurðsson. 19-14. Koma þeir 2 vel út, taka bæði Ími og Ómar umferð. Já, HK-ingar verða að gera. Þeir verða að brjóta þetta einhvern veginn út. Já, það er bara þannig þeir... Vel gert, skotið fram hjá. Það segir kannski ekki alveg að falla á tíma en... Já, hér. Var nú Ómar Magnússon hálsbreytt frá því að missa bara hreinlega boltan. Já, og fer bara, þetta er ekki mikið meira en 1-2 sendingar og þá er bara komið leikleysa. Ómar upp. Það þarf ekki engar sendingar. Nei. Utanverð stöngin. Þetta er bara innkast. Koma HK-ingar. Já, sóknarbrot. Já, þetta sé bara hárrétt. Gísli Gunnarsson er kominn inn í vörðuna hjá Valsmönnum. Heldur áfram hér í sókninni. Já,
Já, við viljum biðja áhorfendur velvirðingar á ef að myndataka verður eitthvað hreyfð. Það er nú ekki svo öruggasti sem er komin á vélina núna. Og hann sóknarbrot tilbaka. Þannig að þið biðjum ykkur bara að afsaka þetta. Þetta er vel gert hjá Elías Sigurðssyni. Skora sitt 4. Þeir halda áfram að saksa á þetta, HK-ingar. Ég ætla nú bara að þakka Bent fyrir að hann á að fylgja leiknum. Hann er á réttum vallarhelmingi, en þá er það ekki. Jó, mér sýnist að vera í lagi. Ég missa Vals með boltan. Kemur Kristján Hjálmsson og skorar. 19-16. 4-0 kafli. Þeir halda áfram að taka Ómar umferð. Hér var sem sending og Baldur hætti við að kasta fram. Koma hér í seinna tempóið. Og 2 mínútna brottvísun. Já, þeir gefa ekkert eftir í brottvísunum. Gísli Gunnarsson fær hér 2 mínútna brottvísun. Þetta eru skemmtilegar áherslur. Fleiri. Lína. Stígur í línuna. Hérna hefur bara vilja sjá Bjarka bara láta lúðra á marki. Já. Kristján. Já. Þetta setur hann þetta bara framhjá, en ég er samt ánægður með hann. Hann fer upp í þessu skotu. Hann tekur af skarið. Alveg vissi hvernig þeir eiga að stilla upp liðinu hérna í sóknarleiknum. Það gengur erfiðlega. Já, hann kemur aftur inn á. Þetta var mjög áhugavert. Já. Það þarf að fá fleiri menn þarna á bekkinu á Valsarunum. Valsmenn eiga hér aukakastið. Ómar rífur sig upp, þetta fór í vörnina og Baldur grípur þennan bolta. Hendrik komin upp hjá dómaranum. Ómar, hann sleft. Hann fær 2 mínútna brottvísun. Já, hann byrjar að labba út af mér sér. Þar með fá þeir nýja sókn. Sóknar uppbyggingu. Jafnt í liðum í hálfa mínútu að öllu óbreyttu. Þetta tökum þetta sem útvarslýsingu. Við vitum ekki alveg hvað áhorfendur sjá. Þannig að Ómar skorar. Nei, þetta gekk áðan en Ingvar lætur ekki skora hjá sér tvisvar svona. Nei. Ímir skorar hérna við 7. Náðist mynd á þessu, veistu það? Ég er ekkert viss. Vænlega staða Valsmanna, 21-16 yfir og
missa hér boltan. Kristján missi boltan. Hákáingar. Og Gísli. Þessi sending hefði þurft að koma fyrr. Talsvert fyrr. Ásæll. Fyrir á miðunni. Það var Gísli sínar. Aftur. Já, önnur brottvísun. Valsarar búin að fá 5 brottvísanir og HK 6. Kristján. Missa Hákáingar bara boltan. Ásæll sem var góðan hann á miðjunni ætlaði að senda hann aftur fyrir bak en það fór nú bara íkast. Síðar hálfleikur hálfnaður. Svona rétt það bil. Valsmenn 5 mörkum yfir. Já. Það að gera athugasemd við það að hann sé í rauðri treyju þarna. Það er bannað. Á bekknum eða í kringum bekkinn. Þetta er Becker. Þetta er svona Þorkils Jón Svölu Baldursson. Einhvern veginn högt í gegn og lukkaðist ágætlega að lokum. Hann að skora sitt fyrsta mark. Það stendur Rauningur á Ívar Böðvarsson. Rauningur dæmdur þarna á Markús Björnsson. Og þá tekur HK Brytti leikli. Það þarf eitthvað að fara yfir þessa hluti. Það þarf eitthvað aðeins að fríska upp á þetta hjá HK. Við erum að fá nokkra fyrirspurnir varðandi þetta bæði innanlands og reyndar af meginlandi Evrópu líka, hversu myndatökumaður í þessari útsendingu. Við getum því miður ekki... Það er ekki hægt að gefa það upp. Nei. Það er því miður. Það er bara sögum þess að Sport TV má hreinlega ekki losna við hann. Þannig að það er bara þannig. Þetta er maður sem við viljum halda í fyrirtækjunu og já, sem lengst. Þá hefur spjallan. Þá er búið að flauta til leiks að nýju. Víkingur komur hérna inn á miðuna með skot í stöngina. Vel gert. Ó, frábær markmann. Vel var hjá Ingvari. Jósef Samir fór þarna inn úr horninu hörkum og gerði það reyndar mjög vel. Já. Frábær markmannslag hjá Ingvari. En halda Hákáingar sig við það að taka ómorður umferð. Markús kemur hér út úr horninu. Guðmundur Sigurðsson er þarna inn á línunni. Ímir sækir frábær hreyfing. Þetta er Valdur ver. Löng sending fram og það er Jósef nær boltanum. Og skorar. Jósef Samir, hann er að skora sitt fyrsta mark. Minkar hér munin í 5 mörk, 22-17. Já.
Það enn möguleiki í þessu. Að búa þeim ágangum hefur tekist að riðla aðeins sóknarleik hjá Völsurum með því að taka á 2 reyndar umferð. Bærilega gegn. En þetta hins vegar er kannski einum á auðvöld. Já. En við tökum það ekkert af Bjarna, hann gerði þetta mjög vel. Gott skot, vel gert. Víkingur Örvarsson. Víkingur Örvarsson. Hann sömuleiðis að skora sitt fyrsta mark í þessum leik. Það er nú sko þrátt fyrir þessar aðgerðir HK-inga, það er góður gangur í valsliðinu og þeir eru að koma sér í færi, þeir eru að búa sér til marktækifæri. Bjarni reynir að læða boltanum hann inn á Guðmund á línunni, tekst ekki og þá kemur sending á Óðinn. Nei, þetta er ekki... Þeir þurfa að vanda sig betur. Flýta sér hægt, eins og góð manneskja segir svo oft. Hann átti bara að rjúka af staðinn úr horninu. Já, sending. Stöngin inn. Það er bara verið að gera þetta með stæl. Fyrst við erum að standa í þessu annað borð. 24-18, gott skot. Og hínumegin Bjarki Finnbogason. Nú eru rúmar, rétt rúmar 10 mínútur eftir að þessum leik. Valsmenn eru 5 mörkum yfir. Ágætur gangur í þessu hjá þeim og þetta er eiginlega orðin spurningum það fyrir þá. Nú þurfa þeir að passa sig að sko að það er ekki að slaka eitthvað á. Já. Telja þetta svona verið að koma í langleiðina. Já, missa hér boltan út af Valsmenn. Löng sending fram og... Jú, hann hangir inni, já. Þetta var virkilega vel gert. Bjarki Finnbogason skorar sitt annað mark. 24-20. Og nú eru HK-ingarnir aftur farnir að taka 2 umferð. Já, og eiginlega bara 3. Bjarni gerir þetta smekklega. Vel varið. Baldur. Númer 16, Baldur Agnarsson. Agnarsson í markinu varði þetta vel. Hann hefur komið sterkur inn. Já. Markus lappar bara í gegn. Númer 58, Markus. 7. markið hans Markusar í þessum leik. Hann eykur muninn aftur í 5 mörk. Og munaði minnstu að Þorgils næði að stela boltanum þarna. Enn er talsverð rótering hérna fyrir utan hjá HK. Nú er Elías komin hérna út hægra megin. Víkingurinn á miður, hann er nú reyndar hefur látið gott af sér leiða. Þetta var frábær sending vel varið. En betur varið. Númer 22, Ingvar Ingvarsson. Þessi sending var sko bara, þetta var bara veist. Já, ég vona áhörður heima fengu að sjá þetta. En ég þykir mjög líklegt að þessi myndatökumaður hafi skilað þessu þannig að þér finnist þú bara að vera á staðnum. Þorgils skorar fyrir Valsara. Þetta er annað markið hans, 26-20, 8 mínútur eftir og þessi, já, Óðinn skorar og gerir vel. Og hínumegin Óðinn Þór Ríkharðsson.
gegn. Nú Sigurjón kominn í markið aftur. Það er dæmt vítakast. Ómar Magnússon skorar sitt 8. mark í þessum leik. Númer 14, Ómar Magnússon. Hann hefur verið tekinn úr umferð meira og minna, já, svona lungar úr síðari hálfleik. Og Ingvar Ver 14 skot varinn. Það er einfallega sko héðan af það Valsmann að klúra þessu. Já, það er bara svolítið. Þarna hafa þeir nú hefnina með sér. Gísli Jörgen Gíslason skorar sitt fyrsta mark. Þetta kom nú bara hreinlega út sem ljómandi gott leikkerfi. Sett henni öxlina á línumanninum og fá hann aftur. Segir Svavar og bendur á vítapunktinn. Óðinn ætlar að taka þetta víti. Nú treystir hann ekki Kristjáni lengur. Hann skorar. Óðinn Þór Ríkhardsson að skora sitt 7. mark í þessum leik. 28-22. Og smellir þessum í þverslána. Bjarni slæðir hann svo út af ákvæðingar með boltan. Og þetta er ruðningur. Bjarki Finnbogason gekk þarna full vasklega fram. Út í hornið. Ímir losnar þarna úr gæslu. Endir komin upp á dómaranum. Og þá bara rífur Markus í gegn og skorar. Númer 58, Markus Björnsson. Gerði þetta bara ljómandi vel. Þessi sendingu. Bjarni Valdimarsson komst þarna í milli og Valsmenn auka enn við fórustuna. Markus Björnsson að skora sitt 8. mark. Fórusta Valsmann orðin 8 mörk. Byrjum við. 2 mínútur. Bakreinding. Það má ekkert orðið í þessu. Nei. Hákáingar. Já, þetta er bara vel gert. Víkingur Örvarsson. Það er minnst á Hákáingar kemist að inn í sendinguna. Sko, Valsmenn er ekkert að fara að glutra niður 7 marka fórustu á 3 mínútum. Já, það sýnist mér ekki. Þorgils Jón Svölu Baldursson var þarna að skora sitt 3. mark. Já, þetta var vel gert.
Óðinn Þór Ríkharðsson. Óðinn Þór Ríkharðsson. Hann búinn að standa fyrir sínu í þessum leik. Skora 7 mörk. Þorkels kemur boltanum út í hornið og þetta er þrælörugt. Gísli Jörgen Gíslason að skora sitt annað mark. 32-24 og þetta er nú reyndar Guðmundur Kristjánsson kominn í markið. Ingvar var búinn að skila sínu dagsverki og það var bara ljómandi gott og Gísli Gunnarsson er kominn á lista yfir markaskorar og HK Miðsabolta. Valsmenn eru að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn í 3. flokki karla. Já. Og það bara með afar sannfærandi hætti. Já, og þar með alla 3 titlana. Íslandsbikar og deildameistarar. Vel spilað, já. Vel gert. Það er Sveinn Rivera. Ég held bara Sveimir þá að allir valstrákarnir sem hafa komið inn á séu búin að skora. Já, ekki reyndar Alexander Spyrja í vinstra horninu, hann náði ekki að skora. Nei, það er rétt. Það er rétt. En sá sem fekk ekki færi heldur, ég held hann sé bara með ekki með en eitt skot klikkan í sinni. 34-24, 10 marka fórust Valsmanna og rétt rúmlega hálf mínútu eftir. Og hér missa HK boltann. Þetta var ágætlega gert hjá Þorgils og hann skorar. 5. markið hans í þessum leik. Valsmennir í stúkunni eru farnir að leyfa sér loksins núna að fagna. Já. Þeir voru ekki alveg öruggir. 2 sekúndur. Þetta telur var það. Hefði talið. 35-24. Þetta er mjög samfærandi sigur hjá þessum valstrengjum sem undirstrika stöðu sína á yfirburði. Þetta er hörkuflott handboltaleg. Ekki spurning. Íslandsmeistari 2015 er Valur. Við óskum Valsmönnum að sjálfsögðu til hamingju með þennan titil. Við viljum óska Valsmönnum innilega til